Nú erum við búin að loka gamla vef Landspítala, landspítali.is og erum komin og búin að flytja allt efnið okkar inn á island.is. Og við erum búin að vera að vinna þessu verkefni núna í dágóðan tíma og fórum náttúrulega í gegnum allt gamla efnið á gamla vefnum okkar, svo má segja, og einföldum það allt saman og reyndum að bæta framsetningu. Og erum komin inn á island.is og það eru auðvitað partur af þessari stefnu stjórnvalda að hafa allar opinberar upplýsingar á einum stað, bara til þess að auðvelda almenningi aðgengi að upplýsingum. Við förum náttúrulega inn í þetta sama umhverfi bara og allar aðrar opinberar upplýsingar sem eru nú þegar komnar inn á island.is. Það eiga allir að geta nálgast þessar upplýsingar og lesið þær og skilið þær og það er náttúrulega aðalmarkmið með þessu verkefni, það er að auðvelda almenningi aðgengi að þessum upplýsingum og gera þeim auðveldara að nálgast þjónustu Landspítalans. Auk bráðamóttöku í Fossvogi eru sérstakar bráðamóttöku. Við erum náttúrulega bara aðalega að fókusera auðvitað á sjúklinga og aðstandendur sem er að leita upplýsingum. Og svo erum við erum að þjóna líka öðru heilbrigðisstarfsfólki af því að það eru mjög margar stofnanir sem að leita til Landspítala með ákveðnar upplýsingar og við erum að birta þær þarna. Og svo er náttúrulega væntanlegir nemendur á Landspítala, það er mjög stór hópur sem þarf að sækja upplýsingar líka inn á vefinn. En hins vegar er svo allt það sem var áður, það var mjög mikið efni fyrir starfsfólk Landspítala inn á þessum ytri vef og það hefur allt verið tekið út og færist raunverulega bara á innri vef spítalans þar sem að starfsmennir hafa aðgang í vinnunni. Við tókum allt efnið sem við erum að setja inn á island.is og við þýddum það, þannig að nú er það allt, nálgast allt á ensku sem að ég held að verði mikill munur fyrir stóran hóp. Allt hefur verið einfaldað, framsetningin er þannig að það er sama, á að vera sama hver þú ert, þú átt að geta lesið og skilið það sem við erum að setja fram fyrir notendur.